getur fjöllin, hann frelsar getur hvern mann, frelsar getur hvern mann og já eilífð, höfundur míns hjálpráðs, því hann einn sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Inn í þessa hátíð sem hans þegar hann fæddist og við minnumst þess. En við ætlum að lofa Guð saman í dag, má ég heyra amen? Og þið heima þið megi lofa Guð með okkur, en það ennþá betra að vera í húsinu. Alltaf gott að koma saman, hitta trúsystkini og lofa Guð saman. Það alltaf dásamlegt. Og mér finnst alltaf einstaklega gott að koma í hús Guðs í desember. Því þá einhvern veginn verður það einhvern veginn svona, það verður svo mikið í gangi og þegar maður kemst frá þessum látum og kemst bara í að lofa hann, það er dásamlegt. En við ætlum að biðja til Drottins, biðja hann að vera með okkur í dag. Heilaga Drottinn, ég þakka þér fyrir trúfestina, ég þakka þér fyrir þennan dag, ég þakka þér fyrir að við fáum tækifæri til þess að gefa þér dýrðin í dag, Drottinn. Ég bið að vera með okkur í dag, ég bið þig, Drottinn minn, fyrir orðið þínu sem verður talað hér á eftir, Drottinn. Ég bið þess að við mættum fara breytt hérna út í dag, Drottinn. Að við mættum lyfta upp þínu nafni, Drottinn Jesús. Ég þakka þér fyrir að þú ert hinn sami í gær og í dag og alla eilífð. Og vertu með okkur í dag í Jesú nafni. Endilega verðið með okkur að lofa Guð í dag. Veröldin öll ég sé
Við kveikjum einu kerti á hans koma nálgast vel. Sem fyrstu jól í jötu lá og Jesú bar þig heim. Við kveikjum tveimur kertum á og komum bíðum hans. Því Drottinn sjálfur soninn þá mun sendi líking á. Við kveikjum þremur kertum á því konungs beðið og Jesús sjálfur gjöt oss þá á jólum kyssir sér. Amen. Það gott að aðvendur að kveikja á kertunum okkar, syngja þessi fallega lag og það er ekki slóra að hafa svona trompetleikar heldur. Amen. Örfáar auglýsingar. Það verður bænastund. Nú aðvendan fljótlega að enda og brátt á enda og jólinn komin og við erum samt með bænastund hér á næsta miðvikudag. Við erum með sóking íhugun milli 7 og hálf 8. Ef þið hafið tíma til að koma þá gott að kúpla sig aðeins út úr erli dagsins og fókusera inn á Drottinn og gefa honum tíma til þess að tala, starfa og vinna í hjarta okkar. Klukkan 7:30 síðan bænastund. Þar biðjum við fyrir land og þjóð, kirkjur landsins og hverju því sem að heilar andi leggur okkur hjarta. Þið eru velkomin á þessa stund að sjálfsögðu öll. Má ekki gleyma því, hér eftir samkomu, ef þið mögulega hafið tíma og getið, þá verður boðið upp á heitt súkkulaði og smákökur og piparkökur og eitthvað svona fínir í ef þið hafið tíma til að staldra við áður en hlaupið út. Það væri mjög gaman að eiga samfélag ef þið mögulega getið. Við pössum að sjálfsögðu upp á fjarlægðamörkin okkar, við erum ennþá með þessi 50 mörk og reynum að gera það eins vel eins og við getum að sjálfsögðu. Svo eitt í viðbót mjög mikilvæg auglýsing. Á nýju ári fyrirhuguð smá breyting á samkomu tímanum okkar. Við ætlum að gera, má ég setja innan gæsalappa, tilraun. Við höfum fengið ábendingar og þetta ekki eitthvað sem var bara tekið ákvörðun í gær eða fyrradag. Við fengið ábendingar frá fólki, sérstaklega frá svona yngri fjölskyldum sem með yngri börn, að þessi tími henti alveg einstaklega illa. Að koma klukkan 4:30, vera búin klukkan 6, 7 og ætla svo að fara heim og gefa börnunum að borða og hjá sumum skóli daginn eftir og svo framvegis. Það hentar greinilega ekkert öllum og það er bara, þannig er það bara. Og þess vegna veit ég heldur ekkert hvort að tíminn sem við ætlum að pröfa hendi öllum heldur. En ég held samt að hann hendi fleirum. Og við erum búin að renna gegnum þetta með hljómsveitin okkar og söngfólkin okkar og tæknifólkin okkar og öllu sem að samkomunni koma. Þið vitið það, ég meina þetta ekkert eins og það þarf 15-20 manns til að halda út einni samkomu. Það er bara svoleiðis í dag. Og við ætlum að færa tíman frá og með janúar til klukkan 11. Má ég heyra klapp? Það eru sumir sem að gleðjast yfir því, svo eru öðru sem finnst það ómögulegt. Nú ætlum ég að segja ykkur frá einn lítilli könnun sem var gerð. Það var gerð könnun, vísu ekki hér, það var í Bandaríkjunum og það er kannski öðru sem svona kirkjumenning þar. En það var gerð könnun hjá svona ókirkjuræknu fólki. Það var spurt, þetta var Willow Creek kirkjan sem að síðan hefur vaxið og dafnað mjög sterkt og mikið. Hún gerði könnun áður en þau fóru á stað og sagði, ferðu í kirkju? Ef að svarið var nei, þá kom spurning, ef þú færir í kirkju, hvenær mundur þú vilja fara í kirkju? Og svarið því var alveg 100% klukkan 10 á sunnudagsmótum. Þannig við ætlum að hafa þetta klukkan 9. Nei,
Við færum okkur 1 klukkutíma, við ætlum að pröfa 11. Og það allir búin að taka vel í þetta og við ætlum að sjá hvernig þetta þróast og þroskast. Ekkert af þessu meitlaði stein hjá okkur hvort sem Því að svo væri, þá værum við ekki að breyta þessum tíma, þá væri þetta meitlaði stein. Og sjá hvernig Ég vona að þið tækið öllu vel, við munum kynna þetta og auglýsa þetta betur á næstunni, svo það fari ekki fram hjá neinum. En þá það samskotið okkar á skjánum, sjáum við þeir sem eru heima, og þið náttúrulega í salnum líka, upplýsingar hvernig getið gefið til starfsins í Smárakirkju. Það baukar hérna við útganginn og það posi frammi ef þið viljið nýta ykkur hann, og við byggjum Guð að blessa ykkur gjöfina, og margfaldlega mun hann blessa ykkur og þykka fjölskyldu með af öllum sinni ríkdómi. En við ætlum að syngja áfram og lofa Drottinn. Guð blessa ykkur, elsku vinur. Aldrei
til að lofa ykkur með okkur í dag. Förum aftur í lofgjörð til hans, lyftum honum upp í dag því að hann er trúfastur, hann er verðugur. Halleluja. Ég sé að
gegnum allt hefur leitt mig þegar nóttin er dimm, enginn hér. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa.
Halleluja. Takk, Jesús. Það eitt bænarefni sem að okkur hefur borist. Þú ætlum að leggja það fram fyrir Guð núna. Ungur maður sem að liggur á spítala á Spáni í dái. Og við ætlum að biðja Guð að mæta fyrir með náð og miskunn og reisa hann við. Faðir minn, ég þakka fyrir við megum biðja fyrir þessum unga manni. Og þó hann sé ekki hér á staðnum, þá þú með honum, Drottinn minn, og hjá honum. Og við viljum senda orð lækningar í líka með þessu unga manns. Og í nafni Jesú Krist fyrir kraft heilags anda, þá sendum við lækningu og segjum ungi maður, ver heill. Vakna, rís upp og ver heill. Í Jesú nafni. Blessa sé þitt nafn, Drottinn. Þú góður, þú heyrir bænir og þú svarar bænum. Blessa sé þitt nafn. Amen. Amen. Benedikt minn, komdu að synda til mín. Meðan hann kemur púltinu fyrir. Guðmundur Benedikt Vigfússon. Ég kalla hann alltaf bara Benedikt. Hann þess heiðurs aðnjótandi í dag að hann ætlar að tala til okkur úr Guðs orði og sumir þekkja mjög vel og aðrir kannski minna. Langar í því tilefni að nefna að þessi ungi maður hefur margar gjafir frá Guði, þegið. Og ein af þeim, það ekki bara að hann hafi fengið gjöf heilags anda til að spá, sem hann svo sannarlega gerir held ég betur heldur en flestir aðrir sem ég þekki allavega. Að þá, af því hann næmur, en það sem hann meira, hann með gjöf, spámannlega gjöf úr hinni fimmföldu þjónustu sem Efesusbréfið talar sem hann getur flutt orð inn í kringumstæðin, inn í kirkju, inn í söfnuði, ekki bara sem eru frá Guði, frá hjarta Guðs. Og fyrir mitt leyti þá vænti ég eins slíks í dag. Engin pressa. Guð blessi bróðir. Það pallinu, þú fyrir á pallinu minn. Já, ég ætla að vera á pallin. Já. Heiður að fá að vera með ykkur hérna í dag. Mikið rosalega ég ánægður með Guð minn. Ég hef bara enga umkvörtun. Hann hefur reynst mér einstaklega vel. Ég hef komist að einu með Guð minn. Jesús, hann lifir. Og hann, ekki bara hann lifir, hann elskar okkur. Og mitt í því að hann elskar okkur, þá vill hann blessa okkur. Og hann hefur svarið með eiði að hann muni blessa sæði Abraham sem við erum. Hann hefur svarið með þess með eiði. Hann ætlar að vera með þér, hann ætlar að knýja þig áfram, hann ætlar ekki að yfirgefa þig í kringumstæðunum. Hann hefur svarið með eiði og hann sór þetta við sjálfan sig af því hann hefði engan aðri til þess að sverja við. Það algjörlega fullvitað að Guð mun bakka þig uppi. Það algjörlega fullvitað að hann skilur þig ekki eftir. Hann sór þess með eiði og þetta segir Hebreabréfið á að enda allar umræður það eða vangaveltur hvort að við eigum Guð Guð, hann elskar þig, hann vill blessa þig, hann vill setja þig frjálsum frá öllu sem bindur, öllum hugmyndum, öllum vangaveltum, þar sem að þú fundist að orð Guðs hafi brugðist, að þú hefur heyrt eitthvað og þú hefur ekki séð hlutina átt koma fram eins og þeir hefðu viljað að koma fram. Þú hefur ekki séð trúðina að opinbera það sem þú hefði viljað. Af einhverjum ástæðum þá eins og hlutirnir hafi ekki virkað og þú byrjar að taka upp alls konar mannaðaðferðir í staðan fyrir að reiða það orð Guðs. Fagnaðarendi kraftur Guðs til hjálpræðis til hverju sem trúir. Hann gaf okkur ekki bara hreina nútíð og yndislega og vonaríka framtíð, hann gaf okkur líka nýja fortíð. Hann vill blessa þig, hann vill leysa þig frá hverju sem bindur þig og gefa þig nýja von til að lifa. Nýja von, lifandi von. Þessi von hans sjálfur.
Hann gaf sjálfan sig fyrir hana. Ég ber ykkur kveðju frá Sigurbjörgu, leiðtoganum sem fæddi fram þessa kirkju. Mér finnst hún æðisleg. Hún systir mín. Ég svo stoltur af henni. Gaman að vera í samskipti með hana og manninn hennar. Það er ákveðin fast, það er ákveðin skýr tilgangur. Ég þakka það fyrir Halldór, hvað þú sagði, þessi fallegu orð sem þú lést fallegu með henni í upphafi. Það er ákveðin skýr tilgangur, aðgreindur skýr tilgangur fyrir þessa kirkju. Hún er einn af ástæðu. Það er enginn sem gengur inn í neitt í Guði fullkomlega. Sjáðu til, ofta tíðum þá höldum við að við förum inn í framtíðina með því að við gerum tímanlega hlutina rétt og við tökum tímanlega rétt skref til þess að nálgast þennan stað sem er hérna there. There's a place called there, segir á ensku. There's a place called there. Og síðan hann segir þær ekkert hvar there er og síðan, já, that's there somewhere. En það er þessi ákveðin stað there og þú þarfst að taka alveg allar ákvarðanir. Það er þannig að Guð, hann segir í gamla sáttmála, hann segir, ég dreg ykkur til mín og strengjum kærleikans. Ég dreg ykkur til mín. Og þetta eðli Guðs hefur ekkert breyst í mismunandi tveimur sáttmálum. Hann dregur okkur til sín, hann elskar okkur, hann dregur okkur til sín, hann kallar okkur með sinni eigin dýrð. Þú ert ekki að koma með hana. Og eigin dáð. Sjáðu til það eru tveir sáttmálar. Ég ætla að biðja gefnum að setja Hebreabréfið 10, 1-4 hérna upp á vegg. Sjáðu til í Gamla testamentinu, það er sami Guð í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu. Það er sama vonin, það er sama löngunin til þess að eiga samfélag við mannin, leiða mannin út úr einhverjum skugga, út úr hlutum og kringumstæðum þar sem að býr til af reynslu, hugmyndur sjálfan sig. Þess vegna kemur fagnaðarendi og þá segir þér þetta hérna, reynslaðin og hugmyndirnar sem hafa byggst í huga þér sjálfan þig eru ekki niðurstaðan sem ég kom að. Ég gaf son minn. Ég gaf son minn. Hann vil gefa þér nýja von til þess að lifa. Það eru nýjir tímar á Íslandi. Það eru nýjir hlutir sem að gerast á Íslandi. Ég hef aldrei verið fullur af von fyrir landið mitt eins og þessum tímum sem við lifum á í dag. Í Gamla testamentinu þá segir þetta svona, og ég ætla að lesa hérna úr víðfræði gamalli bók. Gott að eiga þetta leiðsögurit í lífinu. En þetta er ekki blegsverta. Þetta er andi og þetta er líf. Þá er það Hebreabréfið, 10. kafli. Lögmálið geymir aðeins skugga hins góða sem er í vændum. Nú er tíminn, hann talar fyrir Krist. Ekki skýra myndas. Ár eftir ár eru bornar fram sömu fórnirnar sem geta aldrei gjört þá fullkomna til frambúða sem ganga fram fyrir Guð. Annars hefðu dýrkendurnir hætt að bera þær fram. Dýrkendurnir hefðu þá ekki fram að vera meðvitandi synd ef þeir eru eittskiptir og öll orðið hreinir. Ef þeir eru eittskiptir fyrir öll orðið hreinir. Alltaf minnast á, þetta er ekki fullkomnað. Þetta er ekki fullkomnað. Þetta er ekki greitt að fullu. Þetta er ekki fullkomnað. Þetta er ekki gengið frá þessu máli. Þetta er opið ennþá. Þetta er í opnu ferli. Fórnirnar eru bornar fram á hverju einasta ári. Aftur og aftur og aftur og aftur og aftur sömu fórnirnar. Og þú ert meðvitaður já, ég veit. Þegar óvinnurinn kemur og segir við, herri, þú gerir þetta, þú gerir þetta, þú gerir þetta, þú gerir þetta. Þá er þessi meðvitaður, já, ég veit. Og það sem hún getur gert þá getur þú tekið með þér til dæmis bara lamb og þú tekur með þér lamb og þú kemur með það fram fyrir prestinn og Teddy Leviti, hann tekur á móti fórninni frá þér og hann segir, svolítið lélegra heldur en í fyrra, rýrt hjá þér, ég veit ekki alveg hvernig þetta er og hann leggur hendina í ofur einföldin, þá leggur hann hendunar á sauðin og hann leggur hendunar á þig og það er tilfarsla á syndinni. Tákrænt frá sauðinum eða lambinu frá einstaklingnum yfir á lambið. Það er þessi tilfærsla. Og Davíð, hann sagði þessa hérna hlut undir lögmálið, þá sagði hann þetta, ég kem aldrei tómhendur fram fyrir Guð. Og hann var gefið einhverju hluti, hann gefið einhver til þess að fórna. Hann sagði, ég ætla ekki að fórna einhverju sem kostar mig ekki neitt. Það er gamli sáttmálinn. En þegar við sjáum þegar Abraham kom með son sinn og hann hlýddi Guði sínum, hann vaknaði, Guð talaði til hans að kvöldi og morguninn þá lagði hann af stað með son sinn Ísak til að fórna honum. Hann fór og hann ætlaði að gefa fyrirheiti til Guðs. Hann kemur og þeir fara og strákurinn spyr pappan svona svolítið á leiðinni, hann er byrjaður aðeins að efast pappa sinn í fyrsta skipti kannski. Herðu pappi, hvar er fórnin?
En hann sagði í trú, Guð mun sjá fyrir fórninni. Síðan þegar hann ætlaði að fórna sinninu, þá heyrist engil röst af himnum. Hann segir, ekki gerast þeir sveininum ein. Og hann lítur upp og hann sér sauð, fastan í þyrni þykni. Hann tekur og fórnar hinni sönnu mynd að lambi Guðs. Þegar Jesús kemur inn til Jerúsalem fyrir öllum þessum árum síðan, þá kemur hann inn til Jerúsalem og öll borgin eru í uppnámi hans vegna. Þeir eru að taka fötin sín og henda hann fyrir hann, þeir setja pálmaviðagreinar og henda þeim götuna, þeir segja Hósanna, Hósanna, blessaði sjá sem kemur inn namni Drottins. Öll borgin tekur á móti syni Guðs. Borgin og sonurinn eru eitt. Hann er konungurinn sem kemur til borgarinnar Jerúsalem. Hann er í fullum krafti, hann er blessungu, svarar yfir honum. Farisearnir get ekki gert neitt, það getur engin snertan, hann er ósnertanlegur. En hann segir þessi sérkennilegu orð, nú er tími myrkurs. Hann biður svona bænar sem við biðjum ekki, við segjum ekki, nú er tími myrkurs, nei við viljum ekki biðja þeirra bænar. Nú er tími myrkurs og hann sagði höfðingi þessa heims hann kemur, en í mér á hann ekkert. Ég mun slá hirðin og sauðirni munu tvístrast. Þetta er fyrirheit úr Gamla testamentinu. Hann sló sjálfan sig. Við vorum átt okkur að því þegar þessi fórn átti sér stað, þessi alfórn sem breytti tímanum úr tákmyndum yfir í hið eilífa. Það sem að fórna var ekki lengur þurfa við. Þegar þessi breyting á sér stað, það fórnaði presturinn sjálfan sér. Núna, eins og Davíð sagði, ég ætla ekki að koma tómhentur fram fyrir Guð, en núna komum við tómhent. Við komum tómhent fram fyrir Guð, af því það er Guð sjálfur sem fórnaði sinni sínum. Þetta er munurinn. Þegar það verður breyting á prestdóminum, þá verður breyting á lögmálinu. Hérna þegar Hebreubréfið talar um lögmáli, þá er það ekki að tala um lögmál Móse, eða þessi breyting á lögmáli Móse, heldur hvernig Guð gerir hlutina, hvernig það er breyting á sáttmálunum. Og það eru sáttmála ferlar sem breytast. Og þannig að hérna er Kristur Jesús og hann gefur sjálfan sig sem fórn fyrir mig og fyrir þig, eilíf fórn. Og við getum komið fram fyrir hásæti náðar hans með djörfung. Hvernig passar þetta? Að við komum með djörfung fram fyrir hásæti náðar og hljótum náð og miskun á hentugum tíma, að það þá tíma sem við þurfum á að halda. Við komum óseg fram fyrir Guð. Af hverju þurfum við á miskun? Við erum miskun vegna þess að það er einhverju ferlar sem eru byrjar að komast að stað í lífi okkar. Einhverju ferlar sem segja okkur að hlutinni sé ekki eins og hann segir að þið séu. Það sem við byrjum að framkvæma samkvæmt því sem okkur finnst og við byrjum að uppskera eða fá tilbaka eitthvað sem við viljum ekki uppskera. En það sem við gerum í staðinn, við tökum okkur til og við komum fram fyrir Guð og vitum að við getum komið fram fyrir Guð eins og Jesús kemur fram fyrir Guð. Við höfum hennan aðgang, það er búið að vígja okkur leið og við játum frammi fyrir honum. Við þurfum að halda. Takk fyrir að þú tókst burtu syndi mínar á Golgata. Þú tókst sjúkdóma minn, þú tókst með mitt. Þú fórst með það á krossin. Og ég þakkaði fyrir að ég get komið með djörfung, ég get komið uppréttur. Ég kem ekki niðurbeðið, ég kem uppréttur til þess að það stoppi það sem ég er búin að uppskera eða ætti að uppskera. Og ég fá að uppskera það sem ég sáði ekki. Þegar við horfum á þetta svona sumt orðalag og við höldum að þetta sé rosalega kristilegt, eins og það er lag með söngvara og tónlistamanni heitnum sem hét Lou Reed og hann gerir svona frekar þungt lag sem heitir Perfect Day og þetta var lag sem ég hlustaði á sínum tíma og þú veist, og textin segir svona You're gonna reap just what you sown. You're gonna reap what you sown. Og svona, þetta er svona kristilegt. Þetta er svona kristilegt, en þetta er ekki það sem að Kristur kom til að gera. Hann kom til þess að við myndum ekki uppskera það sem við sáðum og uppskera það sem við sáðum ekki. Ég vil kirkju mína tilbaka. Jesús vil fá kirkju sína. Þegar Biblían talar um að hans í höfuð kirkjunar, þá er hann ekki, það er ekki svona einhver, já, þetta er svona einhver svona súralistík, metaforísk myndlíking sem ég meina ekki. Það er ekki það sem Guð er að segja. Þegar Biblían segir að Jesús sé höfuð kirkjunar, þá er hann meira að passa postuli sig á því að hafa þetta ennþá skýrar og það sem er inn í höfðinu, það er hugurinn. Og hann segir við höfum huga Krist.
Ég sé fram á kirkju, sé kirkju á Íslandi sem God-governed eða knúin áfram að Guði. Að við séum knúin áfram að því sama og Guði knúin áfram. Guði knúin áfram að kærleika. Hvernig vitum við það? Hvar versið fyrir það? Því svo elskaði Guð heiminn, hann gaf son sinn engilinn til þess að hver sem á hann trúi glatist ekki heldur af eilíft líf. Hann sendi ekki soninn í heiminn til þess að dæma heiminn. Hann sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur til þess að heimurinn myndi frelsast fyrir hann. Hann myndi fá líf. Og síðan segir reikningin að það kærleikur Kristi knýr okkur. Það sé sama sem knýr okkur og knýr Guð. Þannig erum við samverkamenn í staðan fyrir að vera að vinna fyrir Guð, þá vinnum við með Guði. Það munurinn þessi tveir ólíku heimar, annars vera trúrækni eða trú. Annars vera að ganga með Guði eða bara ganga fram í einhverju að reyna að gera eitthvað fyrir Guð. Þessi syndar meðvitund sem að Hebreabréfið hérna talar Ef við skulum halda áfram að lesa þetta, í lögmáli geymir að skugga hins góða sem í vændum en ekki skýra mynd þess. Ár eftir ár eru bornar fram sömu fórnir sem geta aldrei gjört á fullkomnað til frambúðar sem ganga fram fyrir Guð. Annars hefðu dýrkurnir hætt að bera það fram. Dýrkurnir hefðu þá ekki framöfri meðvitaður synd. Það eru ekki hætt að vera meðvitaður synd. Hér gamli sáttmálinn gerir menn meðvitað synd. Ef þeir hefur eitt skiptir og öll orðið hreinir. Ef þeir hefur eitt skiptir og öll orðið hreinir, en erum við hrein? Ert þú hrein? Eða þarf við fleiri fórnir? Varst ekki eitt skiptir og öll hrein eða hrein? Ef þeir hefur ekki orðið eitt skiptir fyrir öll hreinir. En með þessum fórnum mynd á syndindar hvert ár. Því að blóð nauta og hafra getur með engum og móti numið burt syndir. Ef við förum í 19. versið að gefn. Vér megi nú bræður fyrir Jesú blóð með djörfum ganga inn í hið heilaga, þanga sem hann vígði oss vegi, nýjan og lifandi veg í gegnum fórtjaldi, þar að segja líkama sinn. Við höfum mikinn aðstaprest yfir húsi Guðs. Látum því oss ganga fram fyrir Guð með einlægum hjörtu, öruggu trúnaðar trausti, með hjörtum sem hafa hreinsuð og eru laus við meðvitund synd. Með hjörtum sem eru hreinsuð hafa verið og eru laus við meðvitund synd. Það er sáttmálinn. Ekki meðvituð hið gamla. Guðjón Ingi vinur minn, við höfum gengið saman og verðum vinir í mörg ár. Hann sagði, veistu hvernig, hann sagði við mig fyrir mörgum árum síðan, Benedikt, ég þarf að segja það svolítið. Hann sagði, ok, segðu mér hvað ætlar að segja. Já, það er svoleiðis, veistu hvað gerist? Ef maður er í fallhlífastökki, og byrjaði að kenna mér fallhlífastök, hann sér lífið í gegnum fallhlífastök. Og hann sagði, veistu hvað gerist ef maður ætlar að lenda í ánni? Maður lendir í dal og maður ætlar að lenda í ánni, veistu hvað maður lendir? Og ég vissi að þetta var svona eitthvað trikk, sko, þannig ég sagði náttúrulega, ég veit ekki. Maður lendir í ánni. En veistu hvað gerist ef maður ætlar ekki að lenda í ánni? Þá lendir maður í ánni. Hérna þarftu hjálpræði. Ef þú ætlar ekki að lenda í ánni, þá lendur í ánni. Ef þú ætlar að lenda í ánni, þá lendur í ánni. Og nú, það er bara ömurlegt, ógíslegt og hræðilegt og það er ekkert hægt að gera og þú lendir bara í ánni. Ég lendir bara alltaf í ánni, ég er alltaf svona manneskja, ég er bara þannig, ég lendi alltaf í ánni. Alveg saman hvað ég geri, ég lendi alltaf í ánni. Ég er alltaf blautur bara. Rennandi blautur og bara ískalt og rennandi blautur og þetta er alltaf svona bara og allt sem ég geri þá lendi ég bara í ánni. Nema þú sér nýjan stað til að lenda. Þú ert að sjá nýjan áfangastað til að lenda og það er hérna sem fagnaðarandi kemur inn og þú segir, veistu það er annar áfangastaður, það er annar staður sem að þau eru gefin og hann er í þér, þú ert eitt með honum, hann heitir Kristi Jesús og hann lendi ekki í ánni. Hann lendi ekki í ánni og af því að hann lendi ekki í ánni þá fram fyrir Guði þá hefur þú aldrei lendi í ánni. Þú ert hrein eða hrein, þú hefur verið lauguð, þú verið hreinsuð. Við segjum í kristnu heiminum, já en bara fyrir blóðdrottins, bara fyrir blóðdrottins, sem við höfum gjörðir réttlæti Guðs í Kristi Jesú. Já, vegna blóðsins, einungis vegna blóðsins, en við erum réttlæti Guðs í Kristi Jesú. Hann kom ekki heiminn til að dæma heiminn, heldur til þess að við mættum verða réttlæti hans. Hversu fallegt þetta er.
Þegar ég hugsaði hversu góðu Guð er, þú veist, ef maður ætlaði, ég var eins og í kirkju, ég var í biblíuskóla í Bandaríkjunum í Kaliforníu og ég var vitni að ofsalega skemmtilegu matburði. Það var gaur sem sat með svona blað sem hann hafði greinilega útibúið eða fengið frá einhverjum öðrum og hann var að gefa einhvern predikaranum. Hann var svona, þetta var svolítið lélegt hérna, bara 2. Svona, það var ekki alveg nógu gott hérna og hann var að gefa svona einhvern. Ef ég ætti að gefa Guði mínum einhvern, þá ég ætti að segja hversu stór Guð er, hversu mikill Guð er. Þá myndi ég segja ekki það að hann hafi unnið í lífi vina míns Bjarka eða Hilmars, ekki að hann hafi átt einhvern kall sem var með hét Mósi og hann setti bara svona einhvern staf fram og síðan bara var að labbaði allir yfir og ljótu kallinni dó í hafinu, sko. Ég er ekki að tala um það. Mér finnst það svo merkilegt að hann sé meiri heldur en mínu upplifun, meiri heldur en það sem ég segi og benda á, ég lendi alltaf í ánni, ég alltaf að lendi í ánni, þess að stöðuga tilhneigingu til að lendi í ánni. Það sé raun og veru, ég frelsaði frá því og gerir mér ekki grein fyrir að ég er meira örlagatrúar heldur en kristinn. Að ég sé meira meðvitaður sjálfa mig og þau ferla mistaka sem ég hef haft í mínu lífi. Að ég frelsist frá þeim. Þetta heitir örlagatrú. Ég er alveg viss að ég enda á þessum stað. Já, Jesús dó og það er yndislegt. Jesús er frábær og hann er yndislegur og hann er. En ég veit hvar ég enda. Ég enda bara eins og pappa og mamma. Ég hef alltaf klikkað og ég mun alltaf klikkað. Þessi meðvitund er ekki þegar þú lítur á hversu ofsalega fallegur hann er. Það sem mín skilgreining á því hversu mikill Guð er, það lítur að vera það sem ég get sagt mest og feitast halleluja yfir. Og það er fólkið í þessu hérna. Vá, hvað þú ert góður að vera Guð. Þú veist, það klessast alveg halleluja, maður segir bara vá. Og síðan getur maður ekki einu sinni lyft höndum einu sinni. Maður bara svo, vá, hvílík von. Ég setti því í stöð að vera félagslegur ráðgjafi eða einhvers konar eitthvað annað eða fóstra. Ég hef sérst fóstra mín, ég var svo gott að hafa fóstru þegar ég var í leikskóla, þegar ég var lítill. En þú leyfi Guð að vera Guð og fá að horfa á þennan sem elskaði mig og dó fyrir mig. Það er ekkert sem gerist annað en tímalaus von. Bara vá. Ég þarf ekki aðferði manna. Ég hef fengið þetta. Guð ákvað að setja kraft sinn til að hjálpa manninum inn í það að sagan hvað Jesús gerði, þá myndi hann staðfesta það með því að hann myndi hjálpa þeim sem heyrir. Hann staðfestir söguna og sagan er hjálpin út úr þínum kringumstæðum. Sagan Jesú Krist frá Nasaret, sem fór og gjörði gott, smurður heilugum anda krafti, læknaði alla þá sem voru undirokaðar af djöflunum. Fagnaðarerindið, og Páll segir, ég fyrirverð mig ekki, ég skammast mér ekki fyrir fagnaðarerindið, því að það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum sem trúir. Jesús vill kirkju sína tilbaka. Hann fær ekki kirkju sína í raun ef við segjum við erum skítu eftir blóðið. Hann fær ekki kirkju sína í raun ef við segjum ég er alltaf bara að lenda, alltaf í ánni. Ég er svona Árbakka pjakkur sem er alltaf bara, ég er svona slímat og ég er að reyna að komast upp úr ánni. Síðan fer ég bara niður og rek hausinn í og fæ enn eina kúluna á andlitið. Allur blóðugur í fram, ég hef bara all mín ætti hefur verið blóðugur í fram, hann að rekjast niður einhver á, lenda alltaf í ánni, alveg sama hvað ég geri, það er alltaf svona með mig og síðan byrjar skilgreiningin, ég er svona manneskja, ég er svona. Hjálpraðið fólkið í því að með leyfi Guði þínum að skilgreina þig. Þú ert ástmögur Guðs, hann elskar þig. Hann elskar þig. Ef við höfum einhvern mælikvarða á það hver er þroski,
Það er eiginleiki til að elska. Ég líti fyrir að tala kirkjusöguna þannig sé að kannski ekki alveg mitt tæki sem ég notað mest. En það segir frá því að Jóhannes var svo einn af postulinn Lambsins sem var ekki fórnað. Hann var alltaf að segja við lærisveinana sína lærisveina, elski hvern annan, elski hvern annan, elski hvern annan, elski hvern annan. Sem var hann spurður, af hverju er þetta alltaf að segja okkur að elska hvern annan? Af hverju getur ekki sagt neitt? Af hverju er alltaf að segja okkur að elska hvern annan? Það er því að Jesús sagði okkur alltaf að elska hvern annan. Hann var alltaf að segja okkur að elska hvern annan. Hann var alltaf að segja okkur að elska hvern annan. Síðan segir sagan frá því, það var einhver ungur maður sem viltist frá Guði sínum og Jóhannes fór þar sem hann var, komin í einhver spillingadíki, komið tilbaka í það sem hann byrjar að verða örlagatrúar, að halda það að af því að ég er svona og ég skilgreini mig svona og af því að pabbi var svona og ég kem frá þessum bóndabæ og pabbi átti svona ljótan Volvo eða Land Rover að þá er ég svona. Hann fór hana, hann kom inn á hann stað, hann sagði, sonur minn, ég elska þig. Já, hann fór bara með honum. Það er kraftur í fagnaðarinn til þess að ummóta þá sýn sem við höfum, til þess að leyfa sér að komast á þann stað að vera kennanlegur. Ef ég myndi tala við ykkur eins og við segjum þetta, hvernig getum við tekið á móti einhverju ef við notum ekki, ef við myndi kasta til þín körfubolta. Það myndi henda körfubolta til Begga út í sal. Ef hann bara er svona, þá fær hann í andlitið og það er ekkert þægilegt. Þetta er frekar þungur bolti til að fá svona beint í andlitið. En ef við tökum hendurnar og grípum, það er leiðin til að fá sendingu í körfubolta. Það er eins með þetta hér, vinir. Hvernig tökum við á móti frá Guði? Ef ég byrja að myndi segja við ykkur núna, og það er bara svona örfáir líkla sem ég hef lært á 30 árum. Og hversu mikið þegar fólk er að segja við mig, eða kemur erlendis og það er að segja við mig, Benedikt, veistu það, ég er búin að fá Bill Johnson, hann er búin að bíða fyrir mér og það gerðist ekki neitt. Síðan var ég á Reinhard Bonke og ég fikk special invitation hann á bakvið rétt ára hann á dó þegar hann var allra smurðastur. Og það gerðist ekki neitt. Og síðan fór ég á Benny Hinn ráðstefnu og það voru allir sem læknuðust, nema ég að því ég er svona sérstakan sjúkdóm, sérstaka lifrarbólgu, B-típu, undirtípu, D1. Over to you, gerðu núna eitthvað í þessu. Frábær grunnur, takk fyrir að segja mig þetta. Ég myndi segja við þig, hvernig nóbulberast hjálpræði, þá er það svona. Leða ég myndi segja, sko við skulum pæla hérna, þess að við fórum að skoða hérna í Jóhannes 3:16. Við erum í Jóhannes 3:16 og við viljum að lesa hérna Jóhannes 3:16. Það var komin hugur flestra, það var komin hérna ástæði svo elskaði Guð heimsæk af sem hún ekki skemmtilega hversu græma trúglega skilur eiginlega líf. Veistu að þú ert að fá körfuboltan í andlitið á þér. Hjálpræðið er fólgið í því að trúin er í núinu að heyra. Faðir minn í trú, hann hringdi í konu sem að var svona, hún var svona mamma pastorana í Hollandi á sínum tíma. Hún kemur hérna sem ungu maður og hún kemur á samkomuna og hún gæti ekki hitt hana því það var allir pastorarnir sem þurfti að knúsa hana, sko. Allir elskuðu hana, en hún hafði ekki getað gert neitt út af hjartasjúkdómi í 5 ár. Og hún, síðan samkoman, síðan var hún þreytt, síðan fór hún heim, fullorðin kona, og hún bað Guð, gerðu það að verkum, láttu unga mannin hringi í mig. Faðir minn í trú, hann fer og fær fyrir á sig kona. Fær símanúmerið hjá henni, og náttúrulega allir vissu alltaf að ringi hana. Hann hringir í hana, hann deilir með henni reikningum. Hann deilir með henni reikningum sem hún kunni utan af áður en að fæddist. Hann sagði við hana, hlustaði á þetta eins og þú aldrei heyrt þetta áður. Hún var búin að biðja þessar reikningar á hverjum degi í 5 ár. Akkurat reikningarna sem hann deildi með henni. En núna hlustaði hann eins og hann aldrei heyrt áður. Hann sagði hana, við ætlum að deila með henni 3 reikningum. Símtalið var í 2 til 3 mínútur. Herðu, farðu á spítalann og fáðu tjekka að það er ekkert að þér. Hún fór að ferðast eftir það. Sjáðu til, við búum á tíma og við lifum á tímum á Íslandi. Það sem að segir, ég man ekki nákvæmlega hvernig íslenska þýðingi segir þetta, en hope deferred makes the heart sick. Eða von sem opinberast ekki gerir hjartasjúkt. Okkur finnst orð Guðs hafa ekki
Okkur finnst fyrirheitin hafa ekki opinberast. Sjáðu til það að koma nýr grunnur undir kirkju Jesú. Það er nýr grunnur sem að opinberast. Jæja, við skulum við að færa okkur hérna yfir á annað Kórinthubréf 4:1 til 4, alveg nóg. Sjáðu til, það eru 2 þættir sem að fyrst og fremst opinberast í þessu sem að þurfa að vera kipt í liðin. Að Guð fá að gera á meðal okkar til þess að Jesús fái kirkju sína tilbaka. Það er annars vegar við skiljum réttlætinguna og við látum ekki bjóða okkur einhverja tóma vitleysu. Og að leiðtogar nái að höndla hvernig ráðstöfun Guðs er. Við erum ráðsmenn margvíslegra náða Guðs. Öll okkar. Við erum ráðsmenn margvíslegra náða Guðs. Og það er okkar hlutskipti. Það er okkar hlutur. Að höndla það sem Guð hefur gefið okkur. Guð gefur ungum mönnum og ungum konum náðagjafir, köllun, allan anda sinn ómælt. Og það tekur lífið svolítið stutt að læra að ganga þetta út. Þetta er ekki meint sem ákæra gegn kirkju Jesú. Við þurfum að komast á nýjan stað. Með því að við höfum þessa þjónustu af hendi fyrir miskunn Guðs, látum við ekki hugfallast. Við höflum allir skammalegri launung. Við framgöngum ekki með fláttraskapni fölsum orð Guðs, heldur birtu við sannleikann fyrir augliti Guðs. Skírskotu við til samnisku hvers manns sjálfa oss. Fyrst við höfum þessa þjónustu af hendi fyrir að Guð gaf okkur ekki það sem við áttum skilið, heldur Krist. Grunnurinn sá. Þetta skilgreining Nýja testamentisins á miskunn. Sakir uppreisað Jesú Krist. Þá látum við ekki hugfallast. Við höfnum allir skammalegri launung. Hvernig ferðu í skammalega launung? Með því að vita ekki og í þessari meðvitund að þú ert réttlætur eða réttlætt. Við framgöngum ekki með fláttraskap. Hvað er fláttraskapur? Við sjáum þetta með að leiðtoga og þetta er meðtekið með að leiðtoga. Þú segir eitt en til þess að fá annað fram. Þú talar í prívat ákveðinni síðan opinberlega öðruvísi. Og við svona hyljum yfir þetta, við kölkum yfir þetta. Já, hann sagði okkur að vera kænið sem höggorman og flekklausi sem dúfur. Hann sagði okkur ekki að ljúga. Hann sagði okkur ekki að ljúga. Heldur að tala sannleika hvort við annar. Við tölum sannleikan hvort við annað. Við erum ekki að reyna, segjum þetta hérna því að við vitum að hann vill heyra þetta og segjum eitthvað annað staðar og svona vélum okkur áfram og brosum einhverju Colgate smæli í gegnum þetta. Þannig hegðun opinbera þetta að viðkomandi leiðtogi hefur ekki skilning á því að Jesús býr inn í okkur. Og þegar Guð flutt inn í okkur, þá ætlaði hann ekki að hafa eitthvað arrækt hús. Hann megnar á fullna góðaverki sem hann byrjaði innra með okkur. Og þetta er það sem við áttum okkur á. Biblían segir talar fimmföldu þjónustuna, við séum að hinn trúaði sé akurlendi Guðs. Og hvað gerir við akurlendi? Þú plægir það upp. En við erum líka hús Guðs sem gefur okkur ótta Guðs að ég ætla ekki að það ég messa ekki við þau. Ég ætla ekki að messa við Guðra. Guð á kirkju sína. Jesús borgaði fyrir þetta. Hann má bara eiga kirkju sína. Er það ekki þannig? Fjölskylda mín er hérna, kona mín er hérna, börni mín er hérna, -1, minnsta örverfið. Ég á ekki börni mín. Ég á ekki eitt stykki konu sem er svona eign. Ég á ekki einu sinni sjálfa mig. Ég er ekki minn eigin, ég verði giftur. Og það er þetta fallega sem við getum upplifað. Þessi friður sem er æðri öllum skilningi. Þessi friður sem eyðilegur væjaran eða afhverjaran. Af hverju. Og
Og hvernig af hverju? Getum við skilgreint af hverju? Að við fáum að lifa í friði sem við skiljum ekki. Bara af hverju hef ég friði? Ég bara veit það ekki. Kærleikur sem æðri öllum skilningi. Bara, vá, þú ert Guð. Við köstum þessum áhyggjum á hann. Þegar við upplifum hennan kærleika, þá köstum við þessum áhyggjum á hann að því hann ber mikið fyrir okkur. Hann elskar okkur fyrst og þá köstum við áhyggjum okkar á hann og við köstum því til hans og hann kemur aftur með kærleika sinn. Og það er þessi hringrás að við göngum fram í stöðugu sigurför með Kristi Jesú, drottn okkar. Að því að við lifum í andanum þá bara er ekki hægt að uppfylla gerund holdsins. Við þurfum ekki að lifa í undir okkur. Það er það sem er svo fallegt. Við framgöfum ekki með fláttraskap eða nýja fölsum orð Guðs, heldur birtu við sannleikann, við opinberum sannleikann, við sýnum sannleikann. Afi minn í trú, T.L. Osborne, hann var með konu sinni rétt eftir stríð, seinna stríð. Fór hann til Indlands og hann fór og ætlaði að sýna múslimunum sko. Að Jesús væri sonur Guðs og þeir sögðu hann, sanna okkur að Jesús er sonur Guðs. Það var nú ekki vandamál fyrir T.L. Hann kom frá Texas og hann átti Biblíu og stóra meira segja. Hann fór í Jóhannesar Guðspjall og sannaði fyrir múslimunum að Jesús væri drottinn. Þeir dróðu upp alveg jafn stóra bók og sögðu hann að hún var líka svarta lit og hann sögðu bara að Jesús væri ekki drottinn. Þeir fóru sem ung hjón rétt eftir stríð til Bandaríkjanna aftur. Niðurbrotin, algjörlega hafa mistekist. Lítil kirkja sem að notaði alla sína fjármuni til þess að halda þeim úti í Indlandi. Nú komu þau tilbaka og þetta voru bara mistök. Og T.L. sagði í ævisögu sinni að þetta var mikilvægasta moment lífsans eða tími lífsans. Að hann skildi hafa uppörvað það. Hann sagði þetta er ekki búið. Við þurfum að byrja. Mörgum árum seinna var hann að predika í Indlandi. Og hann var búinn að fara í gegnum ákveðið ferli með það sem Jesús var búinn að birtast honum og sýna sjálfan sig. Og búinn að vera í orðinu og skilja hvernig ráðstöfun Guðs var. Heyrandi, fagnaðarerindi stöðulega. Og það var hellingur af fólki og það var enginn sem læknaðist. Og minn maður var nú ekki ánægður með þetta því hann skildi það að Guð ætlaði að fylgja eftir fagnaðarerindinu. Og hann sagði, ég predikaði að þú gerðir ekki kraftaverk. Og Guð sagði hann, ég veit ekki hvað þú varst að gera. Þú varst að útskýra eitthvað, en þú lýstir engu yfir. Predikun er að lýsa hlutunum yfir. Daginn eftir þá predikaði hann fagnaðarerindum upprisin Jesú Krist. Þá voru fleiri vörubílar sem komu til þess að taka burtu hækjur og hjólastóla. Við opinberum sannleikann. Við þurfum ekki, það er ekki hægt að útskýra upprisina. Það er ekki hægt að útskýra. Nú skil ég upprisina hann. Hvernig, upprisan. Hann kemur frá dauðanum yfir til lífsins og síðan er hann hrifinn upp og aðdráttaraflið það gefst upp fyrir sólkrafti himinsins. Ég er með þetta. Þetta er alveg kýrskýrt fyrir mig. Núna veit ég þetta. Við tökum við þessi í trú og við heyrum þessa sögu aftur og aftur og aftur. Og það ef ég ætti að segja ykkur, ef það er einn staður þar sem að óvinurinn vinnur á, þá er það að reyna að leiða okkur á þann stað að við heyrum ekki í núinu. Þessa fallegu sögu frá Jesú Krist frá Nasaret. Þetta er ein saga. Trúarbrögð heimsins, það eru þúsundir af boðskupum í hindúisma og buddisma og þúsundir af sögum og alls konar boðskupum. Og síðan fyrir við inn í kirkju Jesú og það eru rosalega margir boðskapar. Síðan kemur inn í himinin og þá sérðu það er lamb Guðs sem tók burtu synd heimsins og þetta er eini boðskapurinn sem himinin hefur upp á að bjóða. Sjá lamb Guðs. Jóhannes fór alveg, það er engin verður til að opna bókina og fór alveg þannig og byrjaði bara að gráta og síðan kom engill til hans og sagði, hei, sjá lamb Guðs. Það er verðugt. Ljónið að Júda. Okkar Guð. Freistað á allan hátt en án syndar. Sjáðu til í nýja sáttmálanum, þá komum við fram fyrir Guð
með tómhönd og presturinn sjálfur hefur fórnað sér. Hann æðsti prestur á hætti Melkísedek. Ég ætla ekki að fara í það vers tímans vegna. Hann æðsti prestur á hætti Melkísedek og hann fórnaði sjálfum sér. En nú eru við orðnir prestar og við borðum fórnina. Mitt hold er sönn fæða og mitt blóð er sannur drykkur. Það sem að hræið eða líkaminn þar safnað saman erðnirnir. Við tökum og við borðum þetta hold og við drekkum þetta blóð. Við fáum í okkur þetta líf og við lifum og ríkjum með Kristi Jesú. Þetta er svo einfalt. Þetta er svo einfalt og það er oft hugsað, akkur gerir þetta svona flókið? Af því það er fagnaðarindi í einfaldleika sínum sem straujar út þetta flókna, þetta sem er undið upp á, sem að reynslan hefur kennt mér að sé raunin, það sé einn æðsti raunveruleiki. Það heitir forlagatrú, eins og ég sagði það. Í raun og veru, þetta er orð sem ég segi til þín, í raun og veru, þá er það þessi meðvutund og trú. Jesús dó á Golgata, en það er til æðri staður. Það er til meiri staður. Það er til staður sem er kröftur en blóð Jesú. Sá staður er ekki til, en ef þú horfir á hann, þá lendur í ánni. Það er engin æðri staður. Ég er að horfa á svo sem er að horfa. Ég horfa á berg. Ég er að horfa á lind. Ég segi við þig, það er ennþá von. Það er ennþá von. Berg og lind. Það er ennþá von. Það er ennþá von. Það er ennþá von. Það er ennþá von. Og þú komið til hinn lifasti steins. Og þú mótast sjálf sem lifandi steinn í húsi Guðs. Þú reynt að menn eru briskir. Þú reynt alls konar. Þú reynt alls konar. En Drottinn hann elskar þig. Við gefumst ekki upp á konu Jesú, er það? Við getum ekki gefist upp á eiginkonunni sem hann er eitt með, sem er kirkjan. Það sem hún situr, það er von. Það er von. Það er lifandi von. Og þú þarft ekki að búa hann til í hjartanu þínu. Þú ert krossfest með Kristi. Sjálf lifir ekki framar. Þetta lifir Kristur í þér. Korinthubréfið, við skulum ljúka þar. Korinthubréfið, 11. kafli, vers 1-4. I'm gonna hit the road running. Nú eru, ég held að þessi textin sé nú ekki réttur hérna upp á vöxnum, en það er alltaf leið. Og því vilduð umbera dálitla fáviska mér og postul er að tala falspostula. Og hann segir hérna, og þau vildu umbyrða dálitla fávisku hjá mér. Og já, vissulega umbyrðið mig. Ég vakti yfir mig afbrýðu Guðsti, ég fastnaður einu manni Kristi Jesú. Einu manni Kristi og leiða fram fyrir hann hreina mig. En ég hræddur að eins og höggormunum tældu efi með flarsinni skókunu hugsanir ykkar að spillast frá hreinni tryggð við Krist. Burt frá einlægni og hreinni tryggð við Krist. Og þau myndu umbera dálitla fáviska mér. Það voru svo allir svo rosalega klárir. Allir hinni voru svo rosalega klárir. Jú, vissulega umberiði mig. Ég vakti yfir mig afbrýðu Guðs og ég fastnaður einu manni Kristi Jesú. Sjáðu þið til, þegar við komumst í þetta barsli og við erum tilbúin til að heyra í núinu og byggja það ekki á því sem að við höfum áður heyrt, þá er svo heilagur andi svo ofsalega góður í því að sýna okkur hluti.
Þetta er versi ég var búinn að lesa í frá 30 ár eða 25 ár þegar ég fikk opinberun að því. Sjáðu til hvað er predikan. Versið segir okkur það. Það er trúlofunarringur. Ég fastnaður einum manni Kristi Jesú. Það er trúlofunarringur sem stendur ekki pastor þetta eða apostoli hinn. Það er trúlofunarringur sem að þjónustan, fimmfalda þjónustan dregur hendi hins trúaða. Fingur hins trúaða. Þú tilheyrir Kristi Jesú. Það sem stendur inn í hringnum er drottinn Jesús Kristur. Þú tilheyrir honum einum. Þannig ertu fastnað eða fastnaður honum. Það myndi umbera dálitla fávisku hjá mér. Já, vissulega umbyrðið mig. Ég vakti yfir mig afbrýði Guðs, þetta er munurinn. Ég fastnaður einum manni, Kristi, og við leiða hann fram sem hreina mey. Oft á tíðum þá hugsaum við, já, ógeðslega ljótt og við metum allt út á myrkri og annarkvort ljós eða myrkur. Hvað er falspostuli? Vond manneskja, ekki postuli, vondukall, hræðileg manneskja. Nei, það er einstaklingur sem skilur ekki ráðstöfum Guðs í langflestum tilfellum. Jafnvel biður og grætur og Guð svarar bænum viðkomandi. En hann heldur að við ætlum að fara að byggja kirkju með því að fastna fólk kirkjunni, festa fólk einhverjum söfnuð, læsa það inn í einhverjum söfnuð. Það er svo skrítið. Sjáðu til því ég var svo heppinn þegar ég var 16 ára var ég sjálfráða. Ég er það gamall. Nú er það 18 ára. En síðan tökum við á móti Jesú, förum í kirkju og missum sjálfræðið. Þessi tími er lokið. Þessum tíma er lokið í kirkju Jesú á Íslandi. Þessi tími er lokið að sem að fólk missi sjálfræðið sitt. Það sem það er tekið og læst inni. Ef ég hefði verið á Spáni, ef ég hefði notað aðferðirnar sem eru notaðar í því kirkjulega umhverfi sem er þar, þá er ég sjálfsagt með 200-300 manna fangilsi sem ég myndi kalla kirkju. Þú gefur fólk Guði og fólk gefur sér fólki tilbaka að vilja Guðs og síðan leggjum við líf okkar niður fyrir hvort annað og við heiðrum hvort annað. Í því andrúmi sem er á Íslandi þá er þetta opinberað. Þetta er ekki lyft lengur. Þetta mun ekki fá að starfa þessi andi innan kirkju Jesú. Því er lokið. Það er búið. Það er komið endimörk þess. Fólk á ekki að missa sjálfræðið. Vera læst inni í einhverju kerfi. Það er ekki ráðstöfun náða Guðs. Þjónusta sáttagjörðarinnar er nákvæmlega eins og á að vera á nákvæmlega sama grunni. Nákvæmlega sama grunni og hvernig Guð gerir hlutina sjálfur. Ef við viljum ganga niður ranga braut, þá gefur Guð okkar fýsnum á vald. Það er bara svoleiðis. En ef við hrópum til hans, þá kemur hann upp að liðina okkur aftur og hann endurnýjar innra með okkur von og líf. Ef við áköllum nafn drottins, þá byrja hjálpræðið aftur að koma að þessi fegur og við byrjum að sjá aftur blindan hverfur af augum okkar. Við byrjum að heyra á ný og segja, vá, hvernig gat ég gert þetta? Þú ert svo fallegur. Ég er svo mikla von fyrir kirkju Jesú í dag. Ég vil þakka ykkur fyrir daginn í dag. Þakka ykkur fyrir að hlusta. Það hefur verið heiður til að þjóna til ykkar. Þið eru systkini mín. Þið eru fjölskylda mín. Og það eru nýir tímar. Ef við tengjum okkur því. Það gerist ekki automatist. Það eru nýir tímar. Það er von. Það er von. Við þurfum ekki að búa til eitthvað reik og heitt loft. Þetta er svo yndislegt að Guð er að gera alveg stórkostlega hluti. Þú ert bara að búa til eitthvað svona til að halda, þú getur blekkt sjálfan yfir í að það sé allt æðislegt. Þú komum til hans, lifandi steins og mótum sjálf sem lifandi steinar í andlegt hús. Takk fyrir.
Halleluja. Þakkum Benedikt fyrir, það var hlaðin sannleika, grundvallar sannleika. Þú þurfum að fara heim, velta þessu fyrir okkur, hlusta aftur. Fullt af góðum hlutum. Ég vil kirkjunni minni aftur. Amen. Kirkjan eru þú og ég, fólkið hans Jesú. Með hring hans á hönd. Amen. Þetta er gott, þetta er gott. Og við þurfum ekki leikaraskap og ekki fangilsi. Við erum frjáls. Amen. Ó, þetta er gott. Við skulum biðja saman og svo þeir sem eru heima sjálfsögðu, takið þátt ef þið getið mögulega í þeirri bæn og það býður okkur súkkulaði. Þeir sem eru heima verða að hella upp á sjálf. En við ætlum að njóta ef þið mögulega hafið tíma til. Við skulum loka þessari stund með bæn. Faðir minn, við þökkum fyrir náð þín og miskunn. Hún er ný á hverjum degi. Þú ert þín sami í gær og í dag og eilífð. Þú ert, eins og við heyrðum áðan. Þú ert. Og í þér erum við og þú í okkur. Hulin í þér, Drottinn Jesús. Þakka fyrir þá opinberun sem að þú miðlaði með okkur í dag, talaði inn í hjarta okkar. Við höfum fest að rætu, Drottinn, og umbreyta líf okkar. Umbreyta okkur persónlega, umbreyta okkur fjölskyldum okkar og umbreyta okkur sem fjölskyldu þinni í kirkju þinni, sem brúði þinni, Jesús. Ég bið fyrir blessum fyrir hvern og einn sem er hér í salnum, hvern og einn sem er heima, nála þína, frið, lækningu, heilbrigði til anda, sálar og líkama. Í Jesú nafni. Amen. Guð blessi ykkur, elsku vinir. Takk fyrir í dag. Enn og aftur ef þið hafið tíma, staldrið við og leiðin út og fáum okkur heitt súkkulaði. Nú er samkoman á enda. Við þökkum þér fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjun okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir eina viku.